Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 1. Hann haldinn 3. júní í fundarsal bæjarstjórnar á Lyngási. Það tilbreyting fyrir okkur núna eftir 2,5 mánuð að koma hér saman. Samkvæmt fundarboði voru á fundi þessum 7 dagskrármál en ég vil hér í upphafi óska eftir því í samræmi við heimild þar að bætt verði á dagskrána 8. lið sem nefnist óskum heimild til að auglýsa störf fyrir sameinað sveitarfélag. Þetta var kynnt á fundum í gær en ég ber þetta hér upp, eru athugasemdir við það að bæta máli þess á dagskrá. Svo ekki, þannig að það þá komið hér á dagskrá sem 8. mál, en við byrjum á hinum endanum. Fyrsta mál á dagskrá það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs af 515. fundi og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 515. fundur bæjarráðsins og þessi fundur var haldið 25. maí síðastliðinn. Fundargerðin hún í 11 liðum og það eru 2 liðir teknir svona sérstaklega út. Það fyrst liður 1.1 sem fjármál 2020. Á fundi bæjarráðs var samþykkt að fresta eindaga fasteignagjalda sem eru á gjalddaga í júní og fresta þeim fram í janúar 2021. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs en minnir á að viðbrögð við COVID-19 kalla á samstarf milli sveitarfélagsins og íbúa þar sem allir leggja sitt af mörkum. Því hvetur bæjarstjórn íbúa og fyrirtæki til þess að nýta frestun á eindaga ekki nema þörf krefji til þess að lágmarka neikvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Að öðru leyti þessi liður lagður fram til kynningar. Það liður 1.10 sem aðalfundur SSA. Fyrir liggur fundarboð aðalfundar SSA sem boðaður hefur verið í Egilsbúð í Neskaupstað þann 23. júní næstkomandi klukkan 11. Fulltrúar Fljótsdalshéraðs á aðalfundinum kjörnir af bæjarstjórn eru allir bæjarfulltrúar auk bæjarstjóra og fjármálastjóra. Það var sérst bara 1 liður tekin út þá til afgreiðslu. Þetta svo sem bara eins og þetta liggur fyrir varðandi aðalfund SSA. Aðeins varðandi lið 1.1 fjármálin að þarna erum við að bregðast enn frekar við. Það var búið að breyta 2 eindögum. Annars vegar fram í nóvember og hins vegar fram í desember. Þarna bætist við sá 3. og þetta bara einn hluti af þessari vinnu sem við höfum verið í til að bregðast við vegna COVID. Og hitt sem við höfum verið að vinna með fyrst og fremst talsvert mikil aukning í sumarstörfum sem svona alltaf komast á skrið og þeir að koma til starfa. Einstaklingar sem hafa sótt þau störf sem bara gott mál. Og þannig að þetta svona enn viðbót við það sem hefur þegar verið gert. En það ekki fleira í þessari fundargerð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum fyrsta dagskrárlið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá mælendaskrá lokað og við göngum þá til afgreiðslu einstakra liða. Það aðeins þessi tillaga undir lið 1.1 fjármál 2020 en hún borin hér upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða.
það heyrst svona aðeins rið hljóð í liðunum að þá virkaði þetta allt saman ennþá. Nú aðrir liðir eru ekki teknir út eins og fram kom, það er aðeins undir lið 1.10 er sett athugasemd til skýringar og sömuleiðis undir lið 1.11 þá bendi ég á það að þar er bókað afgreiðsla bæjarráðs í staðfest ef ekki eru athugasemdir við það. Svo er ekki og það er þá bókað þannig og annar liður er þá næstur. Já, næsti liður á dagskrá er umhverfis- og framkvæmdanefnd, 133. fundur þess nefndar og það er Stefán Bauð Sveinsson, bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og ágæta fundafólk. Ég kem hér til að gera grein fyrir fundagerð umhverfis- og framkvæmdanefndar á 133. fundi nefndarinnar. Fundagerð þessi er alls í 16 liðum. Það sé ekki henni 6 þeirra teknir út. Það kemur í ljós eftir því sem við vindum okkur niður blaðið, hvað það eru margir. Það er fyrst undir lið 2.3 að þar er starfsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram: bæjarstjórn samþykkir að vísa drögum umhverfis- og framkvæmdanefndar að fjárhagsáætlun 2021 til vinnu við gerð rammaáætlunar 2021. Aðeins þetta svo sem þekkjum við ágætlega sem að hér sitjum. Nefndirnar hafa verið að vinna að því að móta tillögur að því hvernig fjárhagsáætlun geti litið út fyrir 2021. Það fer síðan þessu er safnað saman eins og hér er gert ráð fyrir og við munum sjá það undir fundagerðum annarra nefnda að þessu er vísað til gerðar fjárhagsáætlunar og það er sem sagt á borði bæjarráðs að gera tillögu að eiginlegum fjárhagsramma og stefnt er að því að sá rammi verði afgreiddur á næsta fundi bæjarstjórnar, þeim síðasta fyrir sumarleyfi. Undir lið 2.5 þar er nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás í Fljótsdalshéraði. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lágu athugasemdir skipulagsstofnunar við breytingu á deiliskipulagi fyrir Tunguás og það er niðurstaða skipulagsstofnunar að tillaga falli ekki undir skilgreiningu óverulega breytingu á deiliskipulagi þar sem aukning á byggingamagni geti ekki talist óveruleg. Umhverfis- og framkvæmdanefnd fór yfir athugasemdir skipulagsstofnunar og eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og afgreidd í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. En það er sem sagt, það liggur fyrir að þetta stóð til að fara í grenndarkynningu með þessa tillögu. Það var metið svo að þetta væri óverulegt, skipulagsstofnun er ekki sammála því mati og því mun þurfa að auglýsa tillöguna. Það svo sem þýðir bara örlítið lengri málsmeðferðartíma en allt í góðu lagi með það svo. Og þá er það næst liður 2.6, það er breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps og nýtt deiliskipulag. En fyrir liggur kynning á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004-2016 tillaga á vinnslustigi og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemdir við breytingatillöguna. Það skýrir sér nokkuð sjálft. Og liður 2.7 hundasvæði á Fljótsdalshéraði. Undir þessum liði er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og þakkar innsent erindi. Fram kemur að umhverfis- og framkvæmdanefnd er tilbúin í samstarf með hundaeigendum staðarval og aðstöðusköpun. Til þess að þetta geti orðið telur bæjarstjórn að eigendur hunda verða að taka fyrsta skrefið og mynda félag rekstur svæðis. Það er jafnframt álit bæjarstjórnar að til að rekstur hundasvæðis geti gengið þurfi eigendur hunda að vera í forsvari rekstur og umhirðu svæðisins. Þetta er svo sem í línu við það sem að hefur áður verið bókað hér úr bæjarstjórn varðandi þessi mál. Það er þetta alveg ljóst að ef vel á að vera þá er mjög mikilvægt að eigendur hunda komi að því að móta það hvernig svona svæði á að líta út og þá ekki síst að það sé vel utan það haldið og það sem er gert að það nýtist og þannig að það sé til þess að svona framkvæmd getur orðið farsæla þá þurfa að vera einhver meðspilari til þess að vinna með að þessari uppbyggingu og því er þessi tillaga lögð hér fram að það er kallað eftir því að fá þann meðspilara og þá sé hægt að skoða hvernig er skynsamlegast að byggja slíkt svæði upp. Þann næst er það liður 2.10, það er beiðni stofnun nýrra fasteignar Geitagerði.
Þar nú eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu frá þar sem umrædd fasteign ekki innan stjórnsýslumarka Fljótsdalshéraðs. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að upplýsa umsækjanda hvert ber að beina beiðninni. Þetta nú svona, já, það má vissulega segja að það hefði máttu reka augun í það fyrr heldur en á þessum fundi hér að þetta mál tilheyrir öðru sveitarfélagi. En við getum sagt að við höfum þá forðast það að fremja einhvers konar ólöglegt valdarán innan marka nágranna sveitarfélaga með því hér að kippa hér í spottana og málinu verður komið í réttan farveg, trúi ég. Ekki fleiri það. Og á síðust það svo liður 2016, það umsókn lagnaleið, en á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar fór skipulags- og byggingarfulltrúi yfir drög að málsmeðferð og samningi legu lagna á Fljótsdalshéraði. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að heimila samningsgerð og veitir framkvæmdaleyfi í samræmi við þau gögn sem voru lögð fram á fundinum. Og fundargerðin að öðru leyti lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og mælendaskrá opin. Aðalsteinn Ásmundarsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, það forseti og aðrir fundamenn. Ég ætla að benda á fjarlægði vanhæfi mitt undir lið 2.4, 2.5. Deiliskipulagi Tunguhúss. Ég afskaplega tengdur inn í þetta mál og hvet forsetum að úrskurð með varhanum að fjalla það. Já, Aðalsteinn Ásmundarsson hefur lokið máli sínu og forseti telur augljóst vanhæfi að ræða og biður bæjarfulltrúann Aðalsteinn að víkja úr salnum. Orðið þá laust þennan lið 2.5. Taka við, Stefán. Þá loka ég mælendaskrá á lið 2.5 og við göngum til afgreiðslu. Það lið 2.5, nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás í Fljótsdalshéraði. Hérna það liggur fyrir tillaga og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu sem liggur fyrir gefa merki. Það samþykkt 8 atkvæðum. Þá má bæjarfulltrúinn gangi í salinn. En mælendaskrá þá opin yfir aðra liði þessa fundargerðar. Ef að enginn vill kveða sér hljóðs og þá loka í mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu þeirra tillagna sem hér voru lagðar fram. Það þá fyrst liður 2.3, starfsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar 2020. Tillagan þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við lukum 2.5 hér áðan. Og það þá næst 2.6, breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps. Tillagan þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 2.7, hundasvæði á Fljótsdalshéraði. Tillagan þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og það liður 2.10, beiðni stofnun nýrra fasteignar Geitagerði. Tillagan borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og að síðustu þá liður 2.16, umsókn lagnaleið. Tillagan þar borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið yfirferð yfir þau mál sem voru tekin fyrir úr fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar öðrum lið og við förum þá yfir í þann 3.
sem eru fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, 105. fundur nefndarinnar, og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Forseti, fundarfólk, ég ætla að kynna hér á fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, fund númer 105. Hann er í 4 liðum og það er aðeins 1 liður tekinn út. Það er liður 3.1 og það er fjárhagsáætlun atvinnu- og menningarnefndar fyrir 2021. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi drögum á fjárhagsáætlun atvinnu- og menningarnefndar fyrir 2021 til vinnu við gerð rammaáætlunar 2021. Öðru leyti bara þessi fundargerð til umræðu og afgreiðslu. Takk. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust undir þessum 3. lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum þá til afgreiðslu á lið 3.1, þar sem að tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillögunni gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá var ekki annað tekið út úr þessari fundargerð og við höfum þá lokið afgreiðslu þessa 3. dagskrárliðar og förum næst í þann 4. Það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 63. fundur nefndarinnar og Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það er fundur 63. Fundargerðin er í 2 liðum og þeir eru báðir teknir út. Fyrir liðurinn er númer 4.1, það er skautasvell. Fyrir liggur erindi af Betra Fljótsdalshéraði varðandi framtíðar skautasvell. Mál númer 20.258, auk fyrri umræðu skautasvell. Íþrótta- og tómstundanefnd leggur til að framtíðar skautasvell verði sett niður við samfélagsmiðlana þar sem það hefur verið í vetur og verði haft samráð við það fólk sem hefur haft frumkvæði að svellinu varðandi stærð, útfærslu og notkun á sumrin, til dæmis fyrir hjólabrettaiðkun. Er svæðið auk þess kjörið til þess að það sé byggt upp þannig að það sé gert ráð fyrir fólk á öllum aldri geti safnast þar saman, til dæmis með því að setja niður bekki, leiktæki af ýmsu tagi og gera svæðið aðlaðandi. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi tillögum til vinnslu deiliskipulags á umræddu svæði. Seinni liðurinn er 4.2, fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar 2021. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi drögum að fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar fyrir 2021 til vinnu við gerð rammaáætlunar 2021. Fleira er ekki tekið út og fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust undir þessum 4. lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Það getur nú verið að ég vilji bara taka til máls. Stefán Bogi Sviðsson bæjarfulltrúi og skemmtir að taka til máls. Þú forseti, ágætt að funda fólk. Ég langaði til að koma hér aðeins undir lið 4.1 varðandi skautasvell. Ég átta það að mér hefur verið aðeins vanda á höndum við að meta þetta mál og þá tillögu sem að hér liggur fyrir. Ég ætla að byrja á því að segja það auðvitað að skautasvellið var og er frábært framtak og það er alveg ljóst að þessi staðsetning þarna hentaði afar vel í þessa starfsemi í þeirri mynd sem hún er núna. Það er hins vegar þannig að þetta svæði eru auðvitað allt svolítið í bráðabirgða umhverfi. Hvorki í rauninni samfélagsmiðjan sem slík eða náttúrulega skautasvelli eða annað sem að þarna er í samræmi við gildandi skipulag á svæðinu
Það liggur líka nokkuð fyrir að gildandi skipulag á svæðinu mun ekki verða framkvæmt í þeirri mynd sem það stendur í og þar með liggur þetta fyrir á endanum þurfum við að setjast yfir það hvernig við viljum skipuleggja svæðið. Og þegar við verðum að tala um framtíða staðsetningu fyrir svona skautasvell eða framtíða staðsetningu og einhverju yfir höfuð, að þá auðvitað erum við að tala um einmitt eitthvað sem við sjáum fyrir okkur varanlegt. Ég ætla að segja það að svona í ljósi bara þeirra tillagna sem liggja fyrir, sem hafa komið frá nefndum sveitarfélagsins, og þá finnst mér ekki óeðlilegt að afgreiða þetta mál með þessum hætti í bæjarstjórn. Af því að það er verið að tala um framtíða staðsetningu og það er ljóst að það er ákveðin vilji til þess að skautasvellin verði fundin framtíða staðsetningu þarna. Og þá er held ég ekkert annað að gera hér á þessum fundi svo sem heldur en að vísa þessu til skipulagsgerðar sem við vitum að er framundan, við vitum ekki alveg hvenær framundan. En það allavega liggur fyrir þá að þegar málum verið tekið til skoðunar þarf að taka afstöðu til þess hvort að þarna á þá að vera skautasvell eða ekki. Ég held líka að það má kannski segja að við þurfum líka að hafa vakandi auga fyrir því þegar við erum að vinna að skipulagi annar staðar, hvort að þar geti verið önnur möguleg góð svæði. Ég lít ekki svo á að við séum að ákveða það hér og nú endanlega að þetta sé hinn eini rétti staður fyrir svellin. Ef að í annarri skipulagsgerð kemur upp sá möguleiki að setja þar upp einhvers konar framtíðar staðsetningu, þá held ég að það verði bara skoðað. En það svo sem ekkert í pípunum heldur, það er kannski það sem gerir þetta aðeins erfitt. Við erum að tala inn í framtíðina, en við erum ekki alveg byrjuð á þeirri vinnu sem kannski þarf að vinna til þess að setja þetta niður til framtíðar. Þannig að ég vil gjarnan þessi til að vera samþykkt. Ég vil líka bara gjarnan að bæjarfulltrúar hér og nýju sveitarstjórnarfulltrúar eftir kosningar í haust hafi vakandi auga fyrir því að þetta er sannarlega eitthvað sem að auðgar mannlífið og er skynsamlegt held ég að finna svona varanlegri ramma í okkar flóru. Ég ætla líka að segja það að þessi afgreiðsla hefur að mínu viti ekkert sérstaklega með það að gera það sem gerist næsta vetur eða þannasta. Ég held að við ættum einmitt að halda áfram að vinna með þessum frumkvöðlum sem þarna voru og þetta er ágætis viðbót við það sem er að gerast á svæðinu núna í þessum bráðabirgðafasa sem við erum í. Það sem við erum að reyna að gæða svæði lífi svona kannski á meðan að við erum að taka endalega ákvörðun um það hvernig þetta verður til framtíðar. Þannig að ég vil samþykkja tillögunni. Ég held að við erum ekki að loka þessum dyrum með einum eða neinum hætti. Við þurfum bara að vera vakandi áfram og finna þessu góða og farsæla lausn bæði til skemmri tíma sem er þá á þessu svæði í þessari mynd og svo til lengri tíma þegar að tækifæri gefst í skipulagsvinnu þarna eða svo sem annars staðar. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu og Hannes Karl Hilmarsson, bæjarfulltrúi beðið orði og svo Björg Björnsdóttir. Forseti, góðu fundarmenn, það er 4-1. Ég bara byrja á að fagna þessari hugmynd með skautasvell til frambúðar einhvers staðar því að þetta tókst afar vel í vetur. Þessi litla hugmynd sem var að risa stóra í rauninni sko. Þannig að en ég svo sem hef ekkert legið á því að ég er alls ekki hrifinn að við núverandi sem aðstæður á þessu svæði að skautasvell verði byggt upp þarna vegna þess að mér svæði bara ekki bera það. Og þá erum við að tala um aðstöðu í kringu skautasvelli, snyrtingar og fleira. En ég fagna þeirri hugmynd sem er í þessari tillögu að þetta fari í deiliskipulagsvinnu og heildarskipulagsvinna á þetta svæði. Það gæti svo verið í framtíðinni að þetta svæði væri bara akkurat fullkomið fyrir svona starfsemi og meira tiljafnvel ef að svæðið er skipulagst slíkt og aðstæða byggð upp í kringu það. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, það er liður 4-1. Mér langaði kannski, ég get tekið fullkomlega undir orð bæði bæjarfulltrúa Stefáns Boga Sveinssonar og Hannesar Karls Hilmarssonar að það er í raun og veru ekkert annað sem að við getum gert í þessu máli í bili heldur en að setja þetta í deiliskipulagsgerð. Ég er hins vegar algjörlega sammála líka því að við ættum ekki þar með að hætta að hugsa það hvort það séu einhverjir mögulegir aðrir staðir betri og mig langar að varpa hér fram hugmynd að þau ykkar sem eru eldri en 2 vetra hér á Egilsstöðum munir þá tíð þegar það var skautað í Tjarnagarðinum
og þá var tjörnin nú miklu meiri og almennilegri heldur en þessi mýri sem hún í dag, en þarna var skautað alltaf á veturnar og ég satt best að segja velti því fyrir mig hvort að það gæti komið til greina að byggja þarna upp og stækka í raun og veru svæði þar sem að tjörnin er núna, hins svokallaða tjörn er núna og stækka það aðeins, það er þarna svona óhirt svæði getur við sagt sem að væri alveg hægt að nýta þarna undir og það þyrfti þá auðvitað að setja upp snyrtingar og eitthvað slíkt í leiðinni. En þá fyndist mér að við værum svolítið að halda áfram með þessa hugsun sem hefur svolítið verið að byggja upp alls konar tómstundir í kringum skóla hverfið, þar að segja frá íþróttahúsinu upp að skólanum út í Tjarnagarðinn. Og ég sé fyrir mér að þetta gæti verið skautasvell sem að væri þannig byggt upp að það væri hægt að nota það sumrin líka, þar að segja þetta væri ekki bara háð veðri og þá varum við bara komið með okkar eigin miðgarð, Central Park. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Það er þá fyrst liður 4.1 skautasvell og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 4.2 fjárhagsáætlun íþrótta- og tómstundanefndar 2021. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við erum þá lokið við að fara yfir 4. lið og förum yfir í þann 5. Það er fundagerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 290. fundur nefndarinnar. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Forseti, góðir fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundagerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 290. Hún er í 7 liðum. Aðeins einn tekinn út, það er liður 5.6, fjárhagsáætlun fræðslusviðs 2021. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirliggjandi drögum að fjárhagsáætlun fræðslunefndar fyrir 2021 til vinnu við gerð rammaáætlunar 2021. Fleira ekki tekið út og hér með er hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínum. Orðið er laust undir þessum 5. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu fundarmenn, það er eiginlega, hvað ég segja, liður 5.1, 5.2 og 5.6 sem ég langar aðeins að koma hérna inn á. Ég ætla nú að taka það fram að ég var ekki sjálf á þessum fundi, heldur varamaður fyrir mig, en ég vil kannski vekja athygli á því að við afgreiðslu fjárhagsáætlunar leikskóla Fljótsdalshéraðs og fjárhagsáætlunar þá sat annars vegar annar fulltrúi héraðslistans hjá og hinn greiddi atkvæði gegn. Og ástæðan var sú, einkum og sér í lagi, að mönnum fannst ekki alveg nógu skýrar ástæður fyrir því af hverju þyrfti að hækka leikskólagjöldin í ár. Og auðvitað vitum við það að þetta sveitarfélag, og við ræddum þetta nú töluvert á minnihlutafundi í gær og bæjarstjóri kom vel inn á það, að auðvitað vitum við það að Fljótsdalshéraðið er að veita mjög góða þjónustu, leikskólaþjónustu, og meðal annars að hefur verið að taka á móti eins og börnum inn á sína leikskóla, og auðvitað kostar þetta allt. En ég velti því nú samt kannski fyrir mér hvort að svona í ljósi erindisins frá foreldraráðunum báðum og í raun og veru að þeirra viðbragða sem að það fékk hjá nefndinni, því að því var sýndur heilmikill skilningur, ef ég hef skilið þetta rétt, inn á nefndinni þessu erindi, að þá velti ég fyrir mér hvort að bæjarráð við gerð rammaáætlunar ætti eftir vill að íhuga það hvort það væri hyggilegt að fresta þessari hækkun
ekki síst kannski líka í sambandi við það ástand sem hefur verið hér og við höfum verið með öðrum hætti að bregðast við til að koma á móts við okkar íbúa og fyrirtæki. Eins og, það kom fram á þessum minnihlutafundi okkar í gær að þessi hækkun þýðir eitthvað rétt 2 milljóna króna viðbót inn í bæjarsjóðinn. En þetta getur hins vegar hlaupið á töluvert sem kannski ekki mikið í heildarsamhengi fyrir bæjarsjóðinn, en þetta getur skipt töluverðu máli fyrir foreldrana í þeirra fjárhag. Ég geri mig grein fyrir því að það framundan sameining í þessu sveitarfélagi og þá verða þessi gjaldskrármál væntanlega skoðuð í samhengi, til dæmis þetta með systkinaafsláttinn. Ég ekki að leggja til að bæjarráð í sinni rammaáætlun gerir ráð fyrir því að hækka systkinaafsláttinn endilega svo komnu máli, enda það væntanlega eitthvað sem að verður skoðað í samhengi við það hvernig þetta verið að gera í öðrum sveitarfélögum. Ég geri mig grein fyrir að þjónustuframboði í sveitarfélögum er mismunandi í leikskólunum, en þetta með systkinaafsláttinn ætti nú væntanlega að geta verið eins þvert á sveitarfélögin. Ég veit ekki, ég held kannski að það sé allavega alveg umhugsunar efni fyrir bæjarráð að velta því fyrir sér hvort að þessi 2,5% hækkun á leikskólagjöldum sé nauðsynleg akkurat núna þegar að staðan hjá mörgum svolítið erfið í ljósi ástandsins, þó blessunulega sé þessi landshluti að sleppa betur en margir aðrir. Ég legg það svona hér í púkk að bæjarráðið hafi það í huga, ekki síst í ljósi þessa sameiginlega erindis frá foreldraráðum leikskólana hérna. Fleira var það nú ekki. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Hannes Karl Hilmarsson, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn, það liðið 5-1. Mér er bara að þakka fyrir þetta góða erindi frá foreldraráðum leikskólana og tek bara heilsugar undir þetta og fagna þessu bréfi. Held að þessi hækkun hafi kannski verið tímaslekkja. Held að við komum fram á fundi í gær að þetta sé 50.000 á barn per ári, en heildarhagsmunir sveitarfélagsins 2 milljónir, þannig að þetta munar töluvert kannski meira fyrir fjölskyldunar heldur en sveitarfélagið. Þannig að ég skora eiginlega bara líka á forrættunefnd að fara yfir þetta og skoða hvort það sé ekki að draga tilbaka eða endum þetta. Takk. Já. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góða fundamenn. Mér langar að koma hérna upp undir lið 5.1 og 5.6. Ég var nú á þessum fundi líka og auðvitað vil ég þakka þetta bréf líka frá foreldraráðinu og eins og með þessa fjárhagsáætlun, þetta verður auðvitað tekið síðan upp í haust. Það var nú ráðlagt að við myndum kannski hafa þetta inni, eins og mér finnst nú ráðlagt að við höfum inni upp á hausti að gera. Þetta engin endaleg ákvörðun og það hægt að taka það upp eins og bæjarráð getur náttúrulega gert og snúið ef þau vilja snúa henni. En varðandi systkinaafsláttinn og ég skil það alveg vel að þau vilja þessa þróun og ég svo sem alveg fylgjandi því, enda vil ég líka vekja athygli á því að það nýbúið að hækka 25 í 35% afsláttinn, systkinaafslátt. Þannig að það auðvitað telur, þó að sé ekki alveg jafn hár eins og þau fara fram á, en vonandi verður þróunin í það átt. En varðandi þessa hækkun, þá náttúrulega laun að hækka líka 11-12% og þetta alveg gífurleg hækkun og við verðum náttúrulega að reyna að standa náttúrulega undir útgjöldum, þannig að okkur fannst það bara eiginlega ábyrgðarleysi að hafa þetta ekki inni upp á bara hvernig sveitarfélögin muni bara standa í haust, þannig að við ættum allavega þessa lágmarkshækkun inni ef á henni þyrfti að halda. En þetta ekki loka ákvörðun og verður náttúrulega tekið upp í haust hver loka ákvörðun verður með
já, þá hækkun sem verður. En ég er allavega ánægð með það að það sé nú búið að hækka systkinaafslátt 10% og þá minni álög á þeim sem eiga þá 2 eða 3 börn. Fyrir þá sem ekki vita þá þriðja barnið frítt og með annað barn þá 35% afsláttur. En auðvitað aldrei gaman að vera að hækka gjaldskrár og maður skilur þetta vel, en við berum líka bara ábyrgð á fjárhag sveitarfélagsins og mér fannst okkur bera skylda til að hafa þessa 2,5% inni upp á haustið að gera og sjá hvernig staðan verður. Takk fyrir. Berglind Arnberg Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri? Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn, það liður 5-6 held ég bara, fjárhagsáætlunin. Varðandi gjaldskrárhækkanir, þá held ég reyndar að sé mjög mikilvægt að hækka gjaldskrár í litlum skrefum, hafa lága prósentu, heldur en að hækka ekkert í einhver tíma og þurfa svo að taka stærri hækkanir. Aðeins varðandi sem Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi kom inn á að varðandi að vísa til bæjarráðs með að breyta prósentu systkinaafsláttar eða annað. Bæjarráð kannski ekki alveg að fjalla Nei, ég punktaði hjá mér að vísa til bæjarráðs að bæjarráð myndi skoða það að hækka prósent systkina. Nei, ok. En allavega bæjarráð náttúrulega það setur saman ramman. Svo það nefndana að máta sinni ramman og forgangsraða þeim verkefnum sem hver nefnd vill forgangsraða innan þess ramma sem menn hafa. Það ekki þannig að bæjarráð sé að vasast í innan nefndana. Það setur heildarlínuna og að sjálfsögðu erum við öll í samráði, við erum öll í þessu sama liði en það innan nefndana að forgangsraða. Þannig að ef að nefndin vill forgangsraða þessum 2 milljónum á annan hátt, það innan fræðslunefndarinnar. Þá þarf bara mér sýndist ramminn vera talsvert langt fram úr samþykktir 3 ára áætlun. Talsvert, bara þetta held ég hæsta eins og svo sem gefur að skilja, málaflokkurinn stór. En þetta alveg gríðarlegur munur. Þannig að ef sveitarfélagið ætlar að mæta öllum þessum rammaáætlun sem nefndirnar eru afgreiða frá sér, þá krefst það bara heilmikla lántöku til viðbótar það sem samþykkt inni og menn verða bara að ræða það. Það bara nýra sveitarstjórnar þegar þeir fara að afgreiða fjárhagsáætlunina. Það okkar núna að vinna þessi drög og vinna þessa rammaáætlun. En svo það bara þá nýra sveitarstjórnar að setjast yfir það hvernig þeir forgangsraða þeim fjármunum sem til verða fyrir árið 2021. Það væri gaman að fá að sjá, og það spurning að maður kalli kannski eftir því hjá fræðslustjórn, sjá aðeins þróun hér í þessu sveitarfélagi varðandi kostnað hlutdeild foreldra eins og í leikskólanum. Ég held allavega að gjaldskrárhækkanir hafi ekki verið í takt við rekstrarkostnað og hækkanir sem hafa orðið á þeim kostnaði. Ég hef rætt þetta í mörg ár. Það væri mjög fróðlegt að það væri kæmi bara fram á seðlinum að hvað leikskólagjald kostar og hvert hlutur sveitarfélagsins og hvert hlutur foreldra. Það sjáum við þetta bara svolítið skýrt. Þannig að og við erum alltaf að forgangsraða, mér finnst þetta fljósta sér að þetta sveitarfélag forgangsraði þá í fjölskyldna og þá bara spurning hvað við viljum setja fjármuninn í. Við höfum verið að hækka tómstundaframlagið, það verið að bæta aðstöðu til tómstundaiðkunar, það verið að fara að bæta aðstöðu til menningarstarfsemi. Við þurfum bara, það þarf bara að forgangsraða í hvað við viljum setja fjármunina. Þannig að auðvitað
auðvitað vill maður minnka álögur á fólk og fjölskyldufólk, alveg klárlega. En þetta þarf að vera skynsemi bara í því öllu og hvernig við teljum að við nýtum almannafé sem best. Ég held að sé ekki meira takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu, Björg Björnsdóttir hefur beðið umorðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu fundamenn, bara fyrst til að árétta það. Ég talaði einmitt sérstaklega um það að ég teldi ekki ástæðu til þess að bregðast endilega strax við þessu sem hækkun systkinaafsláttarins vegna þess að ég teldi að það væri eitthvað sem yrði endurskoðað í sameinuðu sveitarfélög og yrði sameiginlegt og eins í öllum sveitarfélögum. Ég hef kannski misskilið forseta hér áðan þegar hann talaði um það að bæjarráð myndi leggjast yfir rammaáætlun fyrir árið 2021 og sem yrði svo lögð hér fram á næsta bæjarstjórnarfundi til samþykktar. Það í það sem ég að vísa þegar ég segi að eftir vill getur bæjarráð haft þetta erindi frá foreldrum í huga þegar það fer að taka saman þetta og af því að þetta snýst einmitt akkurat það að forgangsraða í þágu fjölskyldna. Okkur tíðrætt stöðu bæjarsjóðs sem rétt og við þurfum að vera skynsöm og hafa í huga hvernig við munum standa hér með haustinu, en við þurfum líka að hafa í huga hvernig fjölskyldurnar munu standa með haustinu. Þannig að ég vil ekki og vil alls ekki að menn hér almennt upplifi þetta sem einhverja meiriháttar gagnrýni á fjármálastjórnun hér eða það hvernig við höfum verið að gera hlutina. Auðvitað skynsamlegt að hækka í litlum skrefum. Auðvitað það skynsamlegt. En ég bara velti því upp hvort að það geti verið mögulega rétt á þessum tímapunkti í þeirri stöðu sem þetta samfélag að þessi akkurat hækkun verði kom ekki til framkvæmda á næsta ári. Og mér langar til að nú misti ég þráðinn. Mér langar til að benda líka á það að auðvitað vitum við það vel að það sem að foreldrar að greiða fyrir leikskólagjöldin, það bara dropi í það haf sem að kostnaður við leikskóla Félagi minn í fræðslunefnd, Leifur, hefur margoft kallað eftir ákveðinni umræðu leikskólagjöldin. Það að segja hvernig þeir eru hugsuð og sett upp og ég held að, og ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Önnu Alexandersdóttir, það væri bara mjög fráðlegt að setja það þannig upp þannig að maður geti líka mætt þessum foreldrum og erindum eins og þessu frá foreldraráðinu með einhverjum öðrum hætti en að segja já, þetta þurfum við að skoða en síðan ekkert meir. Svörum þeim þá þannig að við setjum fram tölurnar og kostnaðinn og skýrum í hverju þetta liggur, af hverju við þurfum, af því það þessi launahækkun, við þurfum að gera ráð fyrir þessu, af því, en ekki bara við þurfum absolutt að skoða þetta og síðan þegar þetta erindi bara eitthvert. Ég held að við séum öll, bæði þeir sem hér hafa setið áður í sveitarstjórn og setja nú í meirihluta í sveitarstjórn, mjög meðvituð það að þetta dýr málaflokkur en hann líka mikilvægasti málaflokkur þessa sveitarfélags þegar það kemur að því að hafa hér fólk og hér vilji fólk búa. Þannig að þetta bara vinsamleg ábending það að við veltum þessu kannski örlítið fyrir okkur hvort að þessi hækkun akkurat núna sé nauðsynleg eða hvort hún megi bara vera 2,5 eða 3 á næsta ári þegar vonandi hagur strympuhur vankast. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Aðalsteinn Ásmundarson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn. Já, það þarna liður, sem að segja 5.1 og 5.6 bara, til að segja eitthvað sko. Það væri
gaman að geta komið á móts við erindi foreldraráðs leikskóla Ég var einu sinni í fræðslunefnd í nokkur ár og þar var mikið talað eða það var mikið rætt að hækka systkinaafslátt, aðallega ég samt. Það var lítill framgangur í því fyrstu árin, en á endanum var hann hækkaður úr 25% í 30% og þriðja barnið frítt. Það sem að virtist vera erfitt að fá í gegn var útreikningur á því, og það var oft kallað eftir hún, hvaða kostaði að hækka systkinaafsláttinn. Ég held að það hafi bara hreinlega aldrei verið reiknað. Það væri mjög gagnlegt fyrir umræðuna og þá ákvörðun fræðslunefndar og bæjarstjórnar í framhaldi að fá kannski bara að sjá það, hvað kostar að hækka systkinaafsláttinn upp í 50% úr 35%. Þannig að við sjá það bara á törunum, hvort að þetta seti hreppin á hausinn eða kannski bara að setja hann á og hjálpa þá foreldrum sem að nútælega reynslu. Það er sko mjög dýrt að vera með mörg börn á leikskóla. Ég reikna nú með að það hlutfall hafi lækkað í gegnum árin, en einu sinni átti ég 3 börn á leikskóla og það kostaði jafn mikið og að borga á húsinu. Stóðendum. Og það var sko mjög erfitt. Því að það er ekki nóg með að maður þurfa að geyma börnin á leikskóla af því að maður þarf að vinna. Heldur þarf líka að kaupa föt og alls konar og það er bara alveg geggjað dýrt sko. Og þar finnst mér hreppurinn að koma á móts við fólk á þessu tímabili. Þetta er ekki mörg ár. Þetta er stutt tímabil og það er sjálfsagt að hjálpa fólki í gegnum það. Því að flestir borga tilbaka seinna. Og þetta með að setja kostnað hlutfall foreldra inn á greiðsluseðilinn, það hjálpar manni bara ekki neitt. Maður er alveg jafn mikið á hausnum sko. Þó að ég viti að hreppurinn sé að borga miklu meira en ég, það býr bara til sektarkennd hjá manni að vera að nýta þjónustu. Það hjálpar manni ekki neitt sko, maður er alveg jafn mikið á hausnum sko. Og mér finnst að menn ætti að íhuga alvarlega að sleppa því kannski að hækka reikningsgjöldin þetta árið. Því við erum kortið að hjálpa mönnum í gegnum skaflinn eins og það segir, með því að veita fresti á 1 dögum og svona. Aðalsteinn Ásmundarson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, mér langar að koma aftur undir lið 5.1 og 5.6, bara rétt að stikla á. Ég er svo sem alveg, það er bara að gera kostnaðaráætlun, hvað myndi kosta okkur að hækka systkinaafsláttinn upp í 50% og sjá hvað það er. En ef við ætlum að huga því að gera það og fá upphæð og eins með hækkunina á gjaldskráni, þá þurfum við náttúrulega bara að skoða hvort við ætlum að bíða með einhverja framkvæmdir. Það er náttúrulega eitthvað svoleiðis sem við þurfum þá að íhuga. En varðandi svör og rökstuðning inn á fundi, varðandi af hverju við viljum, okkur fannst það skynsamlegt að hafa þetta inni með 2,5%. Og eins með ramma áætlun að við séum langt yfir því. Það eru 116 milljónir sem við erum yfir. En mér langar líka vekja athygli á því að rekstrarkostnaður hjá skólunum, hann hefur alltaf verið hækkaður verulega ár frá ári. Hann var ekkert hækkaður í ár og þessar 116 milljónir í rauninni endurspegla þessa hækkun launa sem eru 11–12%. Þannig að launaliðurinn er svo hár. Þannig að þetta er ansi há upphæð sem við þurfum einhvern veginn að
að dekka með einhverju móti. Þannig að það voru rökin fyrir þessari hækkun en auðvitað að gera kostnaðargreina og sjá hver upphæðin ef að vera hægt að bregðast við þessu en þá það náttúrulega bara þannig að þá þurfum við bara framkvæma minna þannig að sjá hvað væri hægt að bíða þá með ef það væri farið út í það þannig að það við verðum bara að vera skynsöm líka þannig að en þetta eru allavega varðandi þessar hugleiðingar það langar með að koma upp með þetta. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Varstu að biðja orðið, Kristjana? Já. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundafólk. Liður 5.1 og 5.6, þetta nú tekið saman hérna og hér hefur í raun og veru farið fram ágætt umræða hjá bæjarfulltrúum finnst mér ákveðin grundvallar atriði svo sem. Það nokkuð sem heitir þjónusta sveitarfélags. Hvar hún veitt og hvernig veitum við hana? Erum við að veita hana, erum við fjölskylduvæn eða ekki fjölskylduvænt sveitarfélag sem ég tel nú að þetta sveitarfélag sé mjög. Og það bara þannig að mér finnst þessi umræða hér aðeins spegla það og ég vildi að ég væri að fara með rangt mál þegar ég fer inn á það sem ég ætla að segja núna. Það að ég fullviss það að fjármál sveitarfélagsins stefna í ákveðina erfiðleika vegna þessa COVID ástand. Ég hef séð ákveðin teikninga það, þó ég hef ekki verið setið akkurat bæjarráðsfundi undanfarið, þá hef ég spurst fyrir aðeins það hvað sé í pípunum. Þarna fleiri 100 milljónir að ræða sem að upp á vantar í tekjum inn í sveitarfélagið og ákveðu auknum útgjöldum á sama tíma. Og sko ég get alveg tekið undir ýmislegt sem fram hefur komið að menn vilji styðja við barnafólk. Hver vill ekki gera það? En ég held að við þyrftum þá að setja þetta bara í stærra samhengi og forgangsröðun yfirleitt á fjármálum sveitarfélagsins fyrir næsta ár. Berglind Harpa bæjarfulltrúi kom hér aðeins inn á það að framkvæma minna og slíkt. Við verðum kannski bara, og þeir sem að setja hér í bæjarstjórn eftir næstu kosningar, ég hef grunum að þeirra bíði ærið verkefni að takast á við nýja tíma, ákveðið að rétta við kúrsinn. Ég held að hér kom fram áðan og ég tek undir það að ég held að við höfum kannski sloppið vel hér í þessum landshluta og í þessu sveitarfélagi miðað við mörg önnur svæði. En það breytir ekki því að það hefur versnað verulega fjárhagsaðstæður sveitarfélagsins. Og hvort að þetta akkurat inni núna eða ekki, ég held að þetta eigi að vera inni og mun styðja það eins og til að hann gerir ráð fyrir, en á sama tíma endurtekið það sem ég sagði áðan, að þetta hlýtur alltaf þurfa að skoðast í ákveðnu samhengi. Mér finnst ýmislegt sem að menn að kalla eftir, íbúar og bæjarfulltrúar og aðrir, jaðra við ákveðin flottheit, og þó ég nefni ekkert sérstakt í því, við þær aðstæður sem í gangi núna. Hafið þið ekki áttað ykkur á því að hvað þessi COVID-faraldur búin að hafa áhrif út í samfélaginu? Hvernig viljum við ganga sveitarfélagið okkar þannig að það standi í lappirnar til þess að stíga aftur fram til framfara, eins og það gerði eftir til dæmis síðasta áfall 2008. Tökum þetta allt saman upp, eða þið og þeir sem verða hér eftir kosningar, takið þetta upp og skoðið þetta í þaula. Og ég efast ekkert það verður gert. Og þá náttúrulega það bara hrein og bein pólitík. Hvað viljum við gera til þess að styrkja barnafjölskyldur
og það er hægt að gera þá marga fleiri vegar heldur en akkurat í leikskólagjöldum. Það er margt annað. Við vorum að tala hérna um frístundastyrki og hitt og þetta. Þetta eru verulega útgjöld að eiga þessi blessu börn. En ef við eigum ekki fólk og íbúa í sveitafélaginu sem eiga börn, þá er það nú orðið svolítið slaft sveitafélag. Tökum þetta allt til endurskoðunar og ég veit að það verður gert. Ég efast ekkert það, að menn hljóta að endurskoða heildar fjárhagsáætlun og kannski verða menn rétt að fresta einhverju sem að bara rétt má bíða. Þó að það sé alltaf gott að halda hratt áfram. Takk. Gunnar Jónsson hefur lokið mála sínum. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðri fundamenn, það er sem sagt liður, alræmdi liður hérna 5-6. Það er sem sagt margt búið að koma fram hérna og ég tek undir ýmislegt hérna og ég vil bara mitt ítreka það sem bæjarfulltrúi Berglind kom inn á, að þetta er ekki búið að negla þetta niður, en ég vil jafnfram taka undir orð Aðalsteins bæjarfulltrúa með það að við erum aðeins að ítundi við erum að gefa fólki séns með fasteignagjöldin. Nú er komið það upp í 3 mánuði, þannig að það er spurning hvort að við viljum ekki styðja líka við foreldra sem hafa hugsanlega mist vinnuna og sleppa því þá að hækka þessi gjöld núna, þegar við erum svo sannarlega búin að veita þeim sem eru með fyrirtæki smá séns með fasteignagjöldum. Þannig að þetta er alveg spurning að íhuga þetta eins, tek undir með öllum öðrum hérna, en ítreka það er alltaf ekki búin að negla þetta. Þannig að við skulum bara hafa þetta opið, en við þurfum allavega að hugsa þá sem hafa líka mist vinnuna, sem eru foreldrar. Takk. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið mála sínum. Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Anna Alexandersdóttir þar á. Forseti, góðu fundamenn, það er áfram þetta 5-1-5-6. Bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson kom hérna inn á sem er náttúrulega rétt að sveitarfélagið hefur tekið á sig mikil stell í þessu ástandi. En það kemur fram náttúrulega í varðandi frestun fasteignagjalda að heimilin eru að taka á sig ansi mikil stell líka, þar sem að 20 milljóna eru útstandandi í fasteignagjöldum frá heimilunum. Þannig að einhver heimili er að ströggla, mætti túlka það þannig allavega. En allavega mín skilaboð í þessu umræðu er að svo sveitarstjórn sem tekur við og það fólk sem sest við þetta borð eftir kosningar að menn hugi að þessu. Því að hafa bara í huga, við erum í bullandi samkeppni íbúa og það er staðreynd að leikskólagjöld eru lægri í svona svipað stóru sveitarfélagi, nágrannasveitarfélagi og okkar verður. Þannig að þetta er það sem fólk horfir í þegar það er að flytja inn á svæðið, það horfir í kostnaðinn sem að þau munu lenda fyrir varðandi leikskólagjöld og skólagjöld og önnur gjöld, fasteignagjöld og fleira. Og það munar, eftir því sem kom fram á fundinum í gær, þá munar talsverðu á leikskólagjöldum og ég gef mér það að launin ef að hækka þar líka. Þannig að þetta er bara allavega fyrir komandi sveitarstjórn að íhuga þetta og fara vel yfir þetta. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur þá lokið máli sínum. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundamenn. Hannes Karl bæjarfulltrúi, hann kom nú aðeins inn á það sem ég ætlaði nú að nefna með fasteignagjöldin, að þetta eru ekki bara fyrirtæki sem eru að nýta sér hérna frestun eindaga, það eru líka heimilin, líka hérna einstaklingar. Þannig að en margir eru kannski með þetta tengt að greiða á eindaga og maður veit ekki alveg hversu mikið af þessu sem er útistandandi er að því að fólk virkilega þörf á eða hvort þetta er að því að þetta er bara inn í kerfinu stilt á eindaga. Bara aðeins vegna sjálfsögðu eru skertar tekjur hjá fólki í sveitarfélaginu alveg eins og hjá sveitarfélaginu og þess vegna þarf nú að vera jafnvægi í þessu öllu. En kannski bara minna á að félagsþjónustan, hún náttúrulega það er hægt að leita til hennar þeir einstaklingar sem hafa mist vinnu og varðandi stuðning. Þannig að bara kannski halda því til haga að fólk getur leitað þangað.
Og aðeins varðandi þennan þessi háu leikskólagjöld okkar og þennan að í samanburði þá séu talsvert há gjöld hér. En sko, það ekki alltaf að vera að bera saman epli og epli. Og í sumum sveitarfélögum eru kannski bara leikskóli frá 2 ára aldri. Þannig að við þurfum að fara svona varlega í hvaða breytur liggja til grundvallar því sem sett fram. Þannig að ég man bara þegar leikskóla innsáðsdeildin var sett á hér, þetta náttúrulega, það jók gríðarlega, það var mikil kostnaðaraukning við það og það bara þjónusta sem við höfum valið að hafa og þeir sem sátu hér við þetta borð á sínu tíma eftir hrun, sko, þeir stóðu sig bara einstaklega vel í því að verja þessa þjónustu sem var komin á fyrir, rétt fyrir þann tíma. Þannig að og það hefur svo sem bara aukist. Þannig að það var nú fyrst og fremst þetta með fasteignagjöldin að þetta eru bæði náttúrulega fyrirtæki og bara fasteignaeigendur bara almennt sem eru að nýta sér þessa leið. Kannski rétt í lokin þá vil ég bara taka undir orð Gunnars Jónssonar, hann þrælvanur í stýra bæjarráði og varðandi fjárhagsáætlun og vinnu og annað. Þetta verður æri verkefni fyrir nýja sveitarstjórn og bara þar verður verkefni að forgangsraða og ég bara trúi því að menn forgangsraða að sjálfsögðu þá fjölskyldunar en það bara spurning einmitt í hvað farvegi það verður og hverju menn geta haldið inni og hverju menn þurfa mögulega að fresta. Það verður bara að koma í ljós fyrir árið 2021 hvernig þetta lítur út. Það verður náttúrulega skýrari mynd á því með haustinu. Ekki fleira, takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu. Það þá bara liður 5.6, tillagan sem var lesin og kynnt í ráðan og ég ber hann upp til þessum samþykki að gefa merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Nei, fyrir ekki, hvernig læt ég? Þeir sem á móti kunna vera, 3 sitja hjá, skilja svo. Það úr æfingu, segir mér þá. 5.6. Við höfum þá lokið þessum 5. lið og við göngum til í 7. Það byggingarnefnd menningarhús. Það liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að skipa byggingarnefnd menningarhús en skipuð verði fulltrúum allra framboða eiga fulltrú í bæjarstjórn. Bæjarstjóri og skrifstofustjóri skulu starfa með nefndinni og kalla hana saman til fyrsta fundar. Þá skal nefndin kalla til samráðs forstöðumenn stofnana tengjast munu menningarhúsinu auk yfirmanns Eignasjóðs og annars starfsfólks sveitarfélagsins eftir því sem þurfa þykir. Þetta tillagan, hún skýrir sig nú nokkuð sjálf en orðið laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo ekki, Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góða fundarmenn, bara rétt fagn. Mér langar að fagna því að við erum komin á þennan stað að skipa byggingarnefnd menningarhús. Bara fleira var það ekki að hafa fagnu við því. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir? Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já, ég svo innilega sammála. Man langar svolítið til þess að hrópa hátt og mikið húrra. Ég voru að segja ákveðum vonbrigði að Stefán Bragason hafi ekki verið með tertu í laginu svo Lagarflokksormurinn á fundunum í dag. Mér hefði fundist það mjög við hæfi. En ég reyna að jafna mig og fagna bara í hljóði. Þetta mjög góður og merkur áfangi.
kannski bara rétt að þakka bæjarstjóra fyrir sína þrautseigju í þessu máli. Hann hefur fengið þessa spurningu held ég hér í nánast og hverjum einasta bæjarstjórnarfundi þegar hann hefur verið að flytja bæjarstjórninni sína skýrslu en hvað er að frétta af menningarstofunni, og hann hefur alltaf brugðist ljúfmannlega við þessum spurningum og sýnt, eins og ég segi, mikla þrautseigju og þolgæði í þessu máli, og bara þakka það. Björg Björnsdóttir hefur þá lokið máli sínu. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi og biður um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég ætla nú öfugt við þær stöllur hér. Þá ætla ég að segja það að ég ætla ekki að fagna fyrir en að verður byrjað að vinna eitthvað. Því að mér skilst að þetta sé nú bara ekki alveg hreint gjörsamlega í höfn ennþá. Þannig ég býð eftir því að heyra hamarsögg og í einhverjum vinnuvélum að tækjum að gera eitthvað. Fyrir ætla ég ekki að skála, en þá ætla ég að skála. Já. En ég vil alveg taka undir það að Björn bæjarstjóri og Óðinn Gunnar eiga þakkirskildar fyrir sína þolinmæði. Það er ótrúlegt hvað þeir eru búin að vera þrautsegir og ég bara skora á þá. Haldið áfram, þangað til að verður fara að heyrast í einhverjum vélum og tækjum. Takk. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Fleiri sem óska eftir í að taka til máls. Ef svo er ekki að þá loka í mælendaskrá og ég ætla þá að bera upp á tillögu sem að hér var lesin áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið 7. liðnum. 7. liður er næstur á dagskrá. Það er kosning fulltrúa í embætti stjórnir og nefndir á vegum Fljótsdalshéraðs og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að fulltrúar í yfirkjörstjórn við kosningu til sveitarstjórnar í sameinuðu sveitarfélagi 19. september verði eftirtalin. Aðalfulltrúar Bjarni G. Björgvinsson Fljótsdalshéraði, Ásdís Þórðardóttir Djúpavogshreppi og Björn Aðalsteinsson Borgarfjarðarhreppi. Varafulltrúar Guðni Sigmundsson Seyðisfirði, Þórunn Hálfdánardóttir Fljótsdalshéraði og Arna Kristjánsson Fljótsdalshéraði. Þetta er tillagan og þessi yfirkjörstjórn er kjörin til að sinna eingöngu þessum kosningum. Það er sitjandi yfirkjörstjórn á Fljótsdalshéraði sem mun fara með forsetakosningar og þá eftir atvikum nafnakosningar sem að fara munum fram samhliða. En orðið er laust undir liðnum, er einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ber upp þá tillögu sem ég las hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Nú við förum þá í 8. lið, óskum heimild til að auglýsa störf fyrir sameinað sveitarfélag. En undirbúningsstjórn hefur óskað eftir heimild sveitarstjórnar Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar kaupstaðar til að auglýsa 3 störf í nafni sveitarfélagana fyrir hönd sameinað sveitarfélags. Tillaga er að eitthvert sveitarfélagana taki að sér að ganga frá ráðningum starfsmannanna sem verði hluti af starfsmannahópi sameinað sveitarfélags eftir sameininguna. Sveitarstjórnarkosningum sem fara áttu fram þann 18. apríl hefur verið frestað til 19. september vegna samkomubanns. Sú breyting hefur sett áætlanir ráðningar starfsfólks úr skorðum. Með því að auglýsa störfin í júní og stefna ráðningu síðsumars eða í haust má draga úr áhrifum frestunarinnar á starfsemi sveitarfélagsins. Og vegna þessa er þá eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir fyrir sitt leyti að heimila undirbúningsstjórn að auglýsa eftirfarandi störf. Stjórnandi á umhverfis- og framkvæmdasviði, mannauðsstjóri, verkefnisstjóri stafrænnar stjórnsýslu og þjónustu. Mannauðsráðgjafa var falið að gera tillögu að starfslýsingu fyrir störfin með hæfniskröfum. Þær lýsingar munu mynda grunn að starfsauglýsingum. Framkvæmdahópi verður síðan falið að gera tillögu að nánari útfærslu á því hvernig staðið verði að ráðningarferlinu. Svo mörg voru þau orð og orðið er laust undir þessum lið. Er einhverjum sem óskar eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, að þá loka ég mælendaskránni og ber tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að tæma dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Við munum nú rjúfa útsendingu frá fundinum en fundur ekki slitið þegar búið er að fara yfir fundagerð